verið öll velkomin, bæði þið sem eruð á Zoominu, þið sem eru á TikTok, Facebook og nú eru sem sagt, hér góðu gestur, Björn Ingi Stefánsson og hann yndislegur predikari, það eru gott að hlusta á hann. Við ætlum að vera með brauðsbrotningu, þannig að þeir sem vilja taka þátt í henni geta fengið, ná sér í djús eða eitthvað eða slíkt og brauð eða keks og við ætlum að eiga brauðsbrotningu eftir. Hann sem mun tala til okkar, stýra brauðsbrotningu og svo tekur Sara við og verður með hugleiðslu bæn þar sem við hugleiðum orðið sem að Björn Ingi kemur með og biðjum saman. Og nú ætlum ég að gefa Björn Inga orðið. Takk. Takk fyrir það. Gaman að vera með ykkur hérna. Við skulum byrja á því að bara leggja stundin í Guðs hendur. Við þökkum þig fyrir Drottinn, hvar sem 2 eða 3 eru saman komnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal. Og þú ert mitt á meðal okkar núna, Drottinn minn, hjá öllum þeim sem að hlusta, Drottinn, eða horfa, og líka hér, Drottinn, og við þökkum þig fyrir að við megum öll sameiginlega horfa upp í himinin og treysta þér fyrir kraftaverki, fyrir nýjum hlutum, Drottinn minn, og ég bið í Jesú nafni að þú opnir hugi okkar og hjarta okkar og orðið sem að ég tala hér í kvöld, Drottinn minn, megi verða til þess að þú, Jesús, verði stærri og meiri í augum okkar allra, Drottinn. Bara opnaðu hjarta okkar, Drottinn minn, fyrir opinberunu Jesú Krist, í Jesú nafni. Amen. Amen. Ég ætla að tala við ykkur Jesú, hvað annað, og fara aðeins í písla sögu Jesú og upprisu hans og þannig að það verður dálítið mikið talað blóð Jesú Krist hér í kvöld, en ég ætla að byrja því að segja að allt Gamla testamentið, það eru 4000 ár sem að líða áður en að Jesús kemur og á þessu 4000 árum er Guð á himnum og Jesú Kristur og heilagur andi að undirbúa það að Jesús komi niður á jörðina. Og ég var núna bara í fréttum daginn að heyra að NASA var að senda geimfara til tunglsins og þeir sem sagt flugu lengra en nokkur annar hefur farið og þessi undirbúningu tók mjög langan tíma og vonandi heppnast þessi ferð mjög vel. Guð var að undirbúa eftir fall mannsins að senda Jesú Krist til jarðarinnar og það tók 4000 ár og á þessu 4000 ára tímabili saga gyðinganna meðal annars, þá í gegnum lögmálið, í gegnum fórnirnar, í gegnum spádómana Guð að opinbera Jesú og undirbúa komu hans. Og svo á settum tíma í mannkynssögunni þá gerist atburður og þetta eitt stórkostlegasti atburður mannkynssöguna þegar Jesús Kristur þegar Jesús ákveður og Guð að hann skyldi koma til jarðarinnar. Og undirbúningurinn búin að vera 4000 ár og það allt í einu gerist það inn í herbyggi hjá Maríu, sem við köllum síðan Maríu Mey. Hún var sem sagt föstnuð manni sem hét Jósef en var ekki gift honum, þannig að það var ekkert kynlíf eða samlíf í gangi. Hún var sem sagt, hún var bara treysta Guði og allt í einu birtist bara engill inn á gólfinu hjá henni og segir henni, vert þú María, og Guð ætlar að nota þig til að fæða soninn inn í þessa veröld. Og þetta var rosalega stór stund fyrir Maríu og einhver hefði nú bara sagt, nei, hvernig getur þetta orðið? Hún sagði að vísu, ég hef ekki verið við karlmannkennd, hvernig má þetta vera? Og þá segir þessi engill að andi Guðs mun koma yfir þig og gefa líf innra með þér. Og þetta var sem sagt atburðurinn, 9 mánuðum seinna, þá fæðist sá sem alltaf hefur verið til og mun alltaf verða til eftir 4000 ára undirbúning, þá fæðist hann loksins hér á jörðinni, Jesús Kristur. Og ég heyrði einhvern tímann sögu sem að einhver sagði mér að væri sönn, ég veit ekki hvort svo en svona sem aðeins skýrir svona hjálpræðisverkið, það var svona mikill málverkasafnari sem að safnaði málverkum, bjó í Bandaríkjunum, sonur hans, þau voru svona gift hjónin og sonurinn var kallaður í herinn. Og ef ég man þetta rétt þá var það í Víetnam á sínum tíma og tíminn líður og svo gerist það hræðilegi hlutur að hermaðurinn deyr á vígvellinum
og þau fá fréttirnar og eru náttúrulega harmi slegin og syrgja í langan tíma. Svo deyr móðir drengsins líka og pabbinn er einn eftir með gríðalegt safn af málverkum. Og það er bankað á dyrnar hjá honum einn daginn og þar stendur ungur maður fyrir utan með pakka í hendinni og hann spyr hvort hann megi koma inn. Hann sé drengurinn sem að sonur hans hafi bjargað á vígvellinum. Og gamli maðurinn hleypir þessum unga manni inn og þessi drengur fyrir að segja honum frá því hvað hefði gerst á vígvellinum. Hann var mjög illa staddur á víglínunni, þessi drengur, og sonur þessa ríka manns, málverkasafnarans, hann brá sér inn á vígvöllin, náði þennan dreng og bar hann særðan yfir víglínuna aftur til sinna vina hermanna, en fékk skot í bakið og bjargaði lífi þessa drengs en féll sjálfur fyrir byssukúlu. Hann sagði, mig langar að gefa þér hérna málverk sem ég teiknaði af syni þínum, svona andliðsmynd, svona sem lýsir því bara mínu þakklæti fyrir þessa miklu björgun að ég skuli vera á lífi í dag. Og hann sýnir gamla manninu þessa mynd og gamli maðurinn verður svona bara hugfanginn og mjög þakklátur og tekur þessa mynd og heldur mjög upp á hana. Svo líður tíminn og gamli maðurinn deyr og það er ákveðið að halda mikið og stórt uppboð á öllum málverkunum og það eru safnarar sem koma alls staðar að úr heiminum, fulltrúar alls konar safna og það er ákveðið að halda uppboðið og áður en að uppboðið fer fram, þá segir uppboðshaldarinn þegar allir eru sestir, áður en að uppboðið fer fram þá er það vilji og ósk þess látna að þessi mynd verði boðin upp fyrst og hann sýnir þeim myndina af syninum sem að hermaðurinn hafi teiknað. Og það er svona kurr í salnum og allir að segja getur ekki flýtt þessu einhvern veginn og við getum þið raunverulega upp og getum farið fram. Og hann alveg ber í borði og segir það er vilji hins látna að fyrst verði þetta málverk boðið upp og er ekki einhver sem vil bjóða og það er engin áhugi fyrir þessu en svo er einhver hann alveg aftast í salnum sem segir ég býð $100 og hann segir býður einhver betur? Nei, það er enginn sem býður betur og hann gefur fólki tíma en bara burt með þetta þannig að það er raunverulega upp og getur farið fram. Og hann slær hamrinu 3 svar í og þessi ágæti maður sem reyndist vera grasi eða garðyrkjumaður bóndans eða þessa manns og hann labbar fram og tekur við málverkinu og greiðir hennan $100 og þá segir uppboðshaldarinn ég ætla að lýsa því hér yfir samkvæmt vilja þess látna að sá sem að eignast soninn, hann eignast allt safnið og þar að leiðandi var mikil vonbrigði í salnum en það er nefnilega þannig með lífið að þegar við eignumst Jesú inn í okkar hjarta þá eignumst við allt í rauninni Hvað stoðar það manninn að fyrirgjöra sálu sinni en eignast ekki lífið. Þannig að ég ætla að tala eins og ég sagði að hann hafi 4000 ára undirbúningur að þessari komu Jesú, hann er komin til jarðarinnar og ég ætla ekki að fara í gegnum kraftaverkin og allt það sem hann gerði en hann var ólíkur okkur að því leytinu til að hann gerðist hold en hann var fullkominn maður en líka fullkominn Guð og farisæarnir þeir voru ekki hrifnir af Jesú af því hann svona ögraði þeirra tilvist. Hann kemur inn innan gyðingaheim þegar Rómverjarnir ráða lögum og hann ögrar og storkar dálítið gyðingunum bæði með helgidögunum þegar hann er að lækna og gera kraftaverk á helgidögum og svo talar hann svona dálítið gegn þeim líka og svona opinbera lögmálið og annan hátt en þeir voru vanir og afhjúpar það dálítið. Bara eitt lítið dæmi þegar að Jesús er að kenna í musterinu og það er mikill fjöldi alveg stappfullt musterið. Hann er mættur þar eldsnemma morgni og fullt af fólki að hlusta og þá er allt í einu hurðunum hrunduð upp og farisæarnir og foringjar þeirra koma askvaðandi inn með konu sem hafi verið staðin að verki að hordómi og þeir segja lögmáli segir að það eigi að grýta slíka konu. Hvað segir þú?
Og þegar ég las þessa sögu þá hugsaði mér, býtu, hvar hinn aðilinn? Það þarf tvo til að fremja slíkan gjörning. Ég veit ekki hvort það var einn af þeim eða hvað það nú var, eða hver það var, en allavega eru þeir að reyna að leiða Jesú í gildru. Þeir reyndu allt sem þeir gátu til að reyna að fella hann í orðum til þess að fella hann. En það var alveg sama hvað þeir gerðu, alltaf hafði Jesú svar. Ef að Jesú myndi segja grítið hana, þá myndu þeir segja, býtu, hvað með allan kærleikann sem við búin að vera að tala um? Og ef hann segir, býtu, náðuð hana, þá myndu þeir segja, heyrðu, þú ert ekki að fara til lögmálinu. Og það var alveg sama hvað hann myndi gera, hann var eiginlega svona sakfelldur í báðum tilfellum. En Jesús lítur til jarðarinnar og notar fingur sinn og ritar eitthvað í steinin á gólfinu. Og þessi sami fingur ritaði boðorðin 10, fingur Guðs, fingur Jesú, rituðu boðorðin 10. Þannig að þeir eru að tala við þann sem að bjó til lögmálið og sekk af þeim lögmálið, og Jesús reisir sig síðan upp og segir, sáið þær sem syndlausir kastið fyrsta steininum. Og á þessum tíma og líka fyrir þennan tíma þá var það gjarnan þannig að farisæarnir, þegar þeir vissu eitthvað svona var í nánd, þá voru þeir með steinana tilbúna og þeir voru með á innan klæða tilbúnir að grýta og vera fyrstir til. En þarna labba þeir sneyptir í burtu einn af öðrum og konan stendur ein eftir, og Jesús beygir sig aftur til jarðar og skrifar eitthvað niður á jörðina, og það er svolítið merkilegt sko, hann skulle gera þetta tvisvar, því að tvisvar sinnum var steintaflan með boðorðunum 10 rituð. Móse braut hana fyrst þegar hann sá hvað líðurinn var að gera þegar hann kom að fjallinu, svo fór hann aftur upp og taflan var rituð á ný. Þannig að fingur Guðs ritaði boðorðun 10 tvisvar sinnum, og tvisvar sinnum laut þessi konungur konungana niður til jarðar og ritaði eitthvað í steinin. Og svo sagði hann við konuna, þegar hann horfir á hana, hvar eru þessi sakfelldu þig? Og þeir eru farnir, og þá segir hann, ég sakfelli þig ekki heldur, far þú og synga ekki meir. Þannig að fyrsta sem að Jesú gaf henni var svona ný staða. Þú veist, Jesús gat sakfellt hana, hann vissi alla hluti, en hann gefur hennar nýja stöðu, og það er búið að niðurlægja hana fyrir framan allt fólkið, og Jesús segir fyrir framan alla, ég sakfelli þig ekki. Og það bara, hann skulle segja þetta, það blæs svona nýju lífi inn í þessa konu, og svo segir hann, sendur hennar út, byrjaði nýtt líf. Og þannig var reynt að fella Jesú aftur og aftur, og að lokum þá tekst þeim að fá Júdas í lið með sér, eða Júdas Ískariot, hann kemur til þeirra og segir við þá, ég veit hvar Jesús að kveldi þarna áður en hann var sem sagt krossfestur. Og Jesús búinn að segja við sína lærisveina, og það er rosalega merkilegt þegar maður fer að lesa í Guðspjöllunum, öllum Guðspjöllunum, þá hann að undirbúa lærisveina fyrir þetta, og hann segir, nú tíminn kominn, mér ber að fara til Jerúsalem og deyja á krossi. Hann segir þetta bara berlega við þá. Og þegar hann með þeim á síðustu kvöldmáltíðinni, og þegar hann dýfir brauðinu sem við gerum á eftir, og í bikarinn, þá segir hann, einn af yður mun svíkja mig. Og þeir eru alveg steinhissa, og þegar Júdas gengur á brott, þá halda þeir að hann sé að fara að kaupa vistir eða eitthvað svoleiðis. Þeir greinilega vita ekki hver hann en Jesús var sárhryggur á þessari stundu og þurfti á lærisveinum sínum að halda, og þarna brjótaði brauðið sem við ætlum að koma aðeins síðar. En sem sagt segir hann við lærisveinana, nú skulum við fara í garðinn í Getsemanem, og þar fór hann gjarnan með þeim til að biðja, og það kveld og þeir fara í garðinn, og Júdas veit hvar Jesús þannig að hann fer á þessum tímapunkti, þá fer hann til farisæana, og þeir safna liði, og þeir eru með yfir 100 hermenn, og hann í för með þeim, plús farisæarnir og þessi flokkur manna, og Jesús á bæn með sínum lærisveinum þar sem þeir sofna, og ég trúi því að þessi augnabliki hafi myrkraveldi verið alveg gríðalegt, og það hafi verið þannig að það hefur nánast verið að þreifa á myrkraveldinu. Þarna svona höfðingi myrkursins, Lúsifer sjálfur með allan sinn herskara,
búin að reyna að gera allt til að deyða Jesú. Alveg frá fæðingu þá var reynt að deyða hann. Strax í fæðingu þá sendir Heródes flokk manna og lætur drepa öll sveinbörn í Betlehem af því hann hafði fregnir af því að konungur gyðinga væri að fæðast þar. Og það var ekkert annað en bara einhver myrkra öfl sem að blása á honum þetta í brjóst þegar hann sendir hermenn þarna til að drepa öll börn 2 ára og yngri. Og spádómurinn segir að það var mikið harmakvein í Ramma sem í Betlehem, segir spámaðurinn í Gamla testamentinu, það þessu röddu sem hann lýst. Það yfir 220 spádómar sem að rætast beint krossfestingu Jesú og upprisu og líf hans alveg bara beint. En það eru fleiri, mikið fleiri spádómar sem að tala líf hans og annað, en þarna eru spádómar sem tala bara beint upprisuna, beint dauða hans, krossfestinguna og þar fram eftir götum. En allavega þarna í garðinum þá er svo mikil átök í Jesú, hann veit hvað hann að fara að gera og Biblían segir að átökin voru svo mikil, andleg átök, þegar hann var að biðja og segja: Faðir, takk þennan bika frá mér, en verði ekki minn vilji heldur þinn vilji. Það rosaleg innbyrðis átök sem eiga sér stað og þau voru svo mikil að þarna byrjuðu fyrstu blóðdroparnir að falla. Þegar svitadroparnir í Jesú, svitahólurnar urðu þannig að blóðið þrýstist út. Það voru þvílík átök og þetta getur átt sér stað þegar einhver að gangi gegnum alveg þvílíka þrengingar eða upplifun. En þarna setur Jesús að upplifa þetta, svo stendur hann upp og segir: Sári námd sem svíkur mig. Og hann mætir hérna flokk hermanna og segir við Júdas: Svíkur þú mig með kossi? Og þeir segja við Jesú, þessir farisearnir og hermennirnir: við erum að leita að Jesú, ert þú hann? Og Jesú segir: Ég er hann. Og þetta orði ég er í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu, Guðspjöllunum, notað Guð. Jesú segir: Ég er. Þegar Móse var sem sagt í Egyptalandi og var að frelsa lýðin frá Egyptum, og Guð að senda hann til Egyptana, þá segir Móse við Guð: hvað á ég að segja við fólki? Hver sendi mig? Þá segir Guð við hann: Ég er, sendi þig. Segðu það, ég er. Og Jesús notar þetta orð aftur og aftur. Hann segir: Ég er. Og þarna segir hann: Ég er. Og þegar hann sagði þetta, þá var hann sjálf að segja bara: Ég er Guð. Þá falla 100 manns í jörðina, bara leið og hann segir þetta. Svo rísa þeir upp og koma til hans, og það er Pétur bregður sverði og heggur eyrað af einum þjóninum, og Jesús segir: slíðrað sverðið, því að þetta er minn tími og þetta er líka tími myrkursins. Og hann læknar hennar mann sem að eyra fór af, og síðan faraði með hann, og þegar þeir mæta í hús Kæfasa sem er æðsti presturinn, þá tekur við svona skelfilegur atburður. Þeir reyna allt sem þeir geta til að fá hann eða þeir bera inn fullt af ljúgvitnum, og það er ekki hægt að sanna neitt upp á hann. Og það er ekki fyrir en æðsti prestur segir hann: segðu okkur hver þú ert, eða ertu Jesús Kristur? Og þá segir Jesús aftur: Ég er, sá sem ég er. Og þeir munu sjá mannssoninn koma í skýjum himins, og hann mun dæma lifendur og dauða. Og þá rífur æðstipresturinn klæði sín og segir: nú þurfum við ekki votta lengur við. Hann er búinn að segja það sjálfur, hann er Guð, og það er guðlast, og það er dauða sekt við því að líkja sjálfum sig við Guð. En þarna er bara Guð sjálfur staddur mitt á meðal þeirra í holdi. Í upphafi var orðið, og orðið var Guð, og orðið kom til jarðar og var hold. Amen. Þannig að hann rífur klæði sín, og nú þurfum við ekki lengur fleiri votta eða vitni. Og það sem þeir byrja að gera á þessari stundu er að þeir byrja að berja hann og hæða hann. Sumir segja að þeir hafi rifið skegg í burtu, segir í einum spádómnum, og alla nóttina eru þeir með hann í böndum, og svo eldsnemma morguninn, það er engin svefn þarna, þannig að hann er búinn að vera vakandi þarna alla nóttina og daginn áður, og sennilega lengi þar á undan líka.
En þarna mæta þeir til Pílatusar í höll hans og það er mjög óþægilegt örugglega fyrir Pílatus, þetta er sennilega klukkan 6 á morgni eða eitthvað svoleiðis, þá er bara barið upp í höllinni og þeir krefjast áheyrnar hans og segjast vera með mann sem að bera krossfesta og Pílatus yfirheyrir Jesú og finnur enga sök hjá honum, enga. Og hann segir, ég finn enga sök hjá þessum manni og þar að leiðandi vill hann láta hann lausan, en farisearnir og þessir hermenn sem þarna voru með honum og annar flokkur manna, þetta ég veit ekki hvað það voru 200, 300, 400 mann sem voru samankomnir og þeir bara hrópa krossfestan, krossfestan, krossfestan. Þetta er ekki einn svona almenni líður eins og sumir jafnvel hafa haldið. Þarna er bara flokkur manna sem er búið að ákveða það og eru með fariseunum í liði að hann skildi vera líflátin og krossfestur. Og konan hans Pílatusar, hún er búin að dreyma draum að þessi maður sé algjörlega saklaus og honum ber ekki að gera neitt illt. Þannig að hún segir Pílatusi frá draumnum og hann er svona bara í mjög mikilli baráttu og það enda með því að Barnabas er settur laus. Það var oft svona á þessum hátíðardegi, þetta var mesti hátíðardagur gyðinga og þetta er svona friðþægingadagurinn, þetta eru páskarnir, þeir voru sem sagt í nánd, þannig að á föstudeginu langa, eins og við köllum hann, þá var alltaf fórnfært lambinu og föstudagur langi var sem sagt þarna að renna upp eins og við köllum hann og Pílatus, hann sem sagt segir það og tekur þessa stóra ákvörðun, þvær hendur sínar og segir saklausi ég að blóði þessa saklausa manns og sendir það í hendunar á farisjónum. En áður en það gerist, þá sem sagt eru hermennirnir búin að taka Jesú, þrýsta þyrni kórónu og þetta er svona bara bunki af þyrnum sem er, kannski líkist ekki beint kórónu en þessu þrýst inn í holdið þannig að þetta er mjög hvasst sko, þannig að þetta fer inn í holdið hans á mörgum stöðum og mikið blóð sem rennur. Auk þess eru þau búin að berja hann og segja við hann, segðu okkur hver sló þig. Þeir eru búin að klæða hann úr fötum og þar er hann hittur með gaddasvipu, sennilega 39 högg sem var svona venja hjá Rómverjunum, en það gat verið meira og það gat verið minna og þetta voru engin smá högg sko, því að stundum bara létust menn, það var svo mikið blóðlát sem átti sér stað. Það voru 3 svona angar með einhverjum svona beinflísum eða steinflísum eða járnflísum sem að tættu holdið og þetta voru kannski 4-5 svona lengjur og þannig að holdið fór mjög illa að þessu og þeir sem voru krossfestir fengu aldrei svona meðferð, þeir voru bara krossfestir beint, það var alveg nóg. En þarna var ég svona krossfestur og ég var að hugsa það bara daginn að blóðið fellur í Getsemanem garðinum, byrjar þar, það fellur á gólfi Kaífasar á meðal gyðingana og fariseana, það fellur í höll Pílatusar, það sem er svona Pílatus sem myndi upp á heiminn og þannig að þessa heim sem til var þá og svo er blóðið dregin slóð allalega upp á Golgata og það var einhver sem tók það saman að á þessum 24 tímum sem að Jesús er þarna, þá er hann búinn að ganga 14 kílómetra, búinn að vera vakandi eins og ég segi mjög langan tíma og svo eru síðustu metrarnir upp á Golgata, þeir eru hæðinni frá höllinni eru einhvers staðar í kringum 800 metrar og hann er látinn bera sennilega þvertréð, ekki allan krossinn og einhverjum tímapunkti þá eiginlega magnast hann og dettur fram fyrir sig og þeir sem sagt reis hann á fætur og það er maður að nafni Símeon sem er bara tekin út úr þvögunni og allt í einu bara Símeon látinn bera þvertréð af krossinn í 8 Golgata hæð og Jesús gengur á undan honum og ég fór að hugsa þvílík örlög eða Símeon var sem sagt frá Kýrene sem er eins og Líbía í dag einhvers staðar þar, búinn að ferðast alla leið til Jerúsalem til að vera á þessari hátíð og búinn að örugglega hlakka mikið til. Hann á 2 syni sem að heita Alexander og Rúfus og þeirra er getið að öllum líkjendum í Rómverjabréfinu 16. kafla
og hann hefur sennilega annarkot eignast trúna eftir hennan atburð og fjölskyldan öll. En allavega þeirra minnst þarna og ég fór að setja mig í spor Símonar. Ef að ég væri sem þetta á hátíð gyðingana og er að fylgjast með þessum atburði, þarna voru örugglega þúsundur og þúsundum ofan samankomnir, eru þeir að fara með Jesú upp á krossinn. Þarna var fólk grátandi og margir sem fengið lækning voru viðstaddir þarna. Allt annar hópur heldur var í hallagarðinu hjá Pílatusi. Og eitt sem með allt í einu kemur í huga með núna, að ég heyrði einhvern tímann góðan predikara sem sagði að Pílatus, þegar hann sagði sýknir ég að blóði þessa saklausa manns og þvoði hendur sínar, sagan segir að hann hafi aldrei verið sá sami eftir þetta og hann hafi endað líf sitt í Sviss við lítið vatn og þar fór hann daglega niður af vatninu og þvoði hendur sínar. Gat aldrei gleymt þessum atburði að senda konungana í þennan farveg, en Jesú var ætlað að fara inn í þennan farveg, en Símon frá Kýrene, hann bara maður að horfa á þessa atburðarás, svo hann bara rifinn af Rómverjunum og það þýðir ekki að hann hlýða, bara bera krossinn og hann allt í einu komin í sviðsljósið. Og hvað heldur þessi maður hafi hugsað, eitthvað sem þetta hefði aldrei viljað gera, en þannig er það bara neyddur til einhvers og oft lendum við í þannig kringumstæðum að þetta var ekki eitthvað sem ég ætlaði að lendi í eða fari í gegnum, en útkoman verður alveg stórkostleg ef að augu okkar á Jesú. Og hann gat ekki annað en að horta á Jesú því hann fylgdi honum eftir. Og ég veit ekki hvað ganga var löng þar að þarna var komið einhverjur hundruð metra og svo komið að krossfestingunni sjálfri og þá var það mjög gjarnan þannig að gyðingakonur, þetta var mjög algeng aðferð meðal Rómverjana að krossfesta fólk og þetta var gert svona líka að því að þeir vildu bara skilyrðisleysa hlýðni og þeir sem ekki hlýddu eða voru í uppreisn og töluðu gegn eða vildu vinna gegn keisarunum, þeir voru bara umsögulegt krossfestir og stundum var bara röð krossfestinga meðfram ákveðnum vegum af því að bara til að minna fólk á og skapa ótta ef þið hlýðið ekki. Og Jesús hefur sjálfsagt þegar að bjó í Nasaret, það var mjög fjölfarinn vegur þar í gegn frá Róm og áfram niður og þar voru krossfestingar líka, þannig að hann hefur sjálfsagt sjálfur fengið að upplifa það í bernsku að sjá fólk á krossi. En þarna allavega eru 2 krossfestir með honum og svona vænar eða mætar gyðingakonur höfðu það að vana sínum þarna við Jerúsalem allavega að þær útbjuggu svona mjöð til að gefa þeim sem voru krossfestir til að lina þjáningar þeirra. Þannig að þeim var svona borið þetta munni ef þeir vildu, það var svona til að eitthvað svona, það voru jurtaefni sem að gera það verkum að þjáningin var ekki eins mikil og það voru svona flestir sem þáðu þetta, en Jesús sagði nei. Það er ekki nein mannsönd sem er að fara að eiga þátt í því að þessari gönguminni að deyja fyrir synd mannsins. Þannig að það átti ekkert að lina þá kvöl sem að framundan var. Og hann er krossfestur 9 að morgni og þarna hópur fólks að fylgjast með. 3 klukkustundum seinna, 12, þá eru bara myrkur allt landið og víðar. Það er skráð víðar að menn bara skildu ekki hvað var að gerast. Það eru sagnaheimildir og sagnaritarar, ég minnst að kosti 7 ritum þarna í kring, sem að rita þennan ógurlega dag, þar sem að var nánast almyrkrið, það var bara myrkur. Og 100-söðingin sem að þarna var og þeir hermenn sem þarna voru með og aðrir voru bara agndofa hvað er að gerast. Og þetta var í 3 tíma og svo þegar Jesús á krossinum þá hrópar hann allt í einu Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hann er búinn að vera að tala við móður sína, hann er búinn að vera að tala við eina lærisveinin af þeim 12 eða 11 sem voru eftir sem að fóru upp á krossinum, svo einið, það var Jóhannes. Hinir voru allir hrættir í felum, óttuðust líf sitt, meðal annars Pétur. Þarna voru svona konurnar og þarna var Jóhannes og Jesús lítur niður og segir sjá Jóhannes, hér móðir þinn, hugsaðu hana og María, hér sonur þinn. Þannig að hann sem sagt leit til sinna nánustu og gaf þeim von þótt hann væri sjálfur á krossinum. Og
þann sem var krossfestur öðrum megin við hann, segir hann við, þegar sá segir við hann, minnstu mín þegar þú kemur til himna. Og þá segir í sannlega, sannlega segi þér í dag, eða sannlega segi þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Þannig að Jesús veit nákvæmlega hvert hann er að fara og hann gefur þessum manni von. Og það er svo stórkostlegt að kannski er þetta fyrsti maðurinn sem að eignast upplifir fagnaðarindið á þennan sérstaka hátt því að Jesús er að deyja. Og það er aldrei of seint að taka á móti Jesú, aldrei. Þú ert kannski á dánabeðinu eða einhver er á ögur stund einhver staðar og ég hugsaðist þannig með marga sem að kannski lenda í því að þeir vita að nú er komið að þessu, þeir eru kannski í sjónum og get ekki haldið sér á floti eða eitthvað annað, þeir eru í veikindum og lífið er að fjara út og þá er kannski hróp í hjarta viðkomandi, Guð minn ef þú ert til, eða bara Guð, og þá grípur Guð strax inn í, eins og með þennan sem var á krossinum. Jesú gaf honum strax von. Hann átti enga von, en hinn sagði við hann, stígðu niður á krossinum og var svona hroki í hjarta hans og það segir að Biblíunni að Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. En þarna á krossinum þá langar að lesa úr Sálmi 22, þar segir í 15. versi, og þetta er skrifað 1000 árum áður en að Jesús fer á krossin, 1000 árum áður. Og það er Davíð konungur sem sér bara krossfestinguna fyrir sér og hann skrifar, mér er hellt út sem vatni og öll mín bein eru gliðnuð sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðna sundur í brjósti mér. Gómur minn er þurr sem brendur leir, en tungan loðir föst í munni mér. Og í duft dauðans leggur þú mig, því að hundar umkringja mig, hópur illvirkjasla hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Ég get talið öll mín bein, þeir horfa á og hafa mig að augnagamni, þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum kyrtil minn. Hugsaðu hvað þetta er nákvæmt. Þetta gerðist nákvæmlega svona. Þeir köstuðu hlutum kyrtil hans, þeir höfðu hann að augnagamni og skiptu með sér klæðum hans. En þú og drottin veri fjarri, þú ert styrkur minn, skunda mér til hjálpar, frelsa líf mitt undan sverðinu og sál mína undan hundunum, frelsa mig úr gini ljónsins frá hornum vísundans. Og það segir að gómur minn er þurr sem brendur leir og tungan loðir föst í munni mér. Og þegar Jesús kallar Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, þá er hann að taka stað þinn, sem að segir Guð minn, og gefa þér í staðinn þann stað sem hann er á, að segja Faðir minn. Hugsaðu ykkur að við getum sagt ekki bara Guð, heldur við erum börn hans og við mögum segja Faðir. En þarna kemur hann niður til okkar og segir Guð minn, Guð gat ekki litið syndina, öll synd mannkyns fyrr og síðar, frá upphafi til enda, fyrir þá sem eiga eftir að fæðast og þeirra sem eru farnir. Jesús er búinn að deyja fyrir syndir allra manna. Og við skiljum kannski ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta getur gerst, en Guð er réttlátur Guð og hann sem sagt fullkomna sitt verk þarna og syndin er lögð á herðar Jesú og þegar Jesús er gerður að synd okkar vegna, sjúkdómar, bölið, þjáningin og dauðin er að nálgast hann, þá hrópar hann Guð minn, en í sporum mannkynsins alls er hann að kalla til Guðs. Og þarna hlaupa herminarnir til og taka sem sagt njarðarvött sem er svona hrísla sem að getur orðið kannski tæpur meter á lengd og var notað í Gamla testamentinu til að taka blóðið og ríða því á dyrnar þegar þeir frelsuðust í Gamla testamentinu frá gyðingunum, frá Egyptunum. En þarna taka þeir svona njarðarvött og ísbósvönd. Já, ísbósvönd er jurt sem var notið í Gamla testamentinu. Og þeir sem sagt væta hann ekki í þessu sem að gyðingakonurnar voru með, heldur notuðu Rómverjarnir ákveðin drykk til að halda sér vakandi.
eða þegar svona átti sér stað, þeir eru að vera vakandi, mátti ekki sofna, þannig að voru með svona drykk sem að hrestu þá við og talið að þeir hafi látið Jesú fengið að bragða á því til að jafnvel upplifa ennþá meiri kvalir ef eitthvað en þarna munnur hans þurr sem leir og þarna fær hann að njóta einhvers og í lokin þá segir hann þegar hann búinn að segja Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, þá segir hann Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn og það er svo fallega sagt frá þessu í Jóhannesarguðspjalli að þá leggur Jesú höfuðið á herðar sér og þegar hann búinn að leggja höfuðið á herðar sér þá eins og sannur konungur þá andar hann frá sér anda sínum í þínar hendur fel ég anda minn og andi hans fer frá honum, andi og sál, líkami verður eftir á krossinum og við vitum hvað gerðist þarna á eftir þetta, þarna verður rosalegur landskjálfti og jarðskjálfti og aftur birtir hérna til og hermennirnir segja bara, vá, þetta hlýtur að hafa verið, eða sannlega hefur þetta verið sonur Guðs. Og tjaldið í musterinu sem allra helgasta, sem engin maður mátti fara inn með einu svona ári æðstipresturinn, það var cirka 10 cm þykkt, meira en handar þykkt og þetta var unnið af gyðingunum að mikilli nákvæmni, nokkur tonn á þyngd og sennilega 20 metra hátt og 15 metra breitt og það tók 200 manns að setja þetta upp í helgidómnum og það rifnar í tvennt ofanfrá niður að Guð ofanfrá rífur þetta tjald og opnar helgidóminn fyrir öllum mönnum að koma inn. Það er ekki bara æðstupresturinn einu sinni á ári, heldur öllum mönnum opinn aðgangur að Guði í gegnum krossin. Þetta gerist þegar Jesús lætur lífið og deyr fyrir mig og þig og deyr mínum dauða og þínum dauða. Þannig að hann fer niður til heljar og ég ímyndaði mér einhvern tímann og ég ætla ekki að fara út í það núna að það eru mikil fagnaðarlæti í myrkra heimum þegar Jesús lætur lífið en skyndilega birtist Guðssonur þar, ekki eins og ég og þú eða einhverju menn, heldur sem sannur Guð, lifandi Guð og upprisinn og hann tekur lykla heljar og dauða sem var í höndum hins myrkra höfðingja og læsir það í sínum höndum og lýsir yfir sigri í undirheimum, sigri himinsins, algjörlega. Og í einhvers staðar sá ég að þegar Jesús sagði, það er fullkomnað. Og það er þetta orðið telastasi og það er notað í gyðingaheimnum þarna í viðskiptalífinu á þessum tíma þegar skuld greidd að fullu. Og þá var það kvittun sem að sagði þetta orð, telastasi. Skuldin að fullu greidd og Jesús kallar þetta háttu, skuldin að fullu greidd, en þetta var líka notað í gyðingdómnum þegar rétt að vera í málefnum fanga og þegar refsing fanga var lokið eða fullnustað algjörlega, þá var þetta orð notað líka. Og í þriðja tilfellinu, þá er þetta notað í hernaðarlegu samhengi þegar orrusta eða stríð hefur verið unnið, þá er þetta telastasi notað, algjör sigur, fullkomin sigur. Og það segir í ritningunni að hann fór til heljar og lýsti yfir algjörum sigri. Og svo vitum við að þegar Jesús rís upp frá dauðum, nú ég að komast á tíma, við þurfum þá birtist hann Maríu fyrst og konunum fyrst. Og þegar María kemur að gröfinu og steininum hefur verið velt frá og þá kemur hún að grafhýsinu og horfir inn í grafhýsið og það eru 2 englar sem að sitja sikkoru megin á stein, eins og steinaltari, sem nákvæmlega svona mynd upp á altarið eða örkina í Gamla testamentinu. Þar voru 2 englar sem að stóðu með svona vangina yfir. Og inn í örkinu þar voru syndir þeirra, svona mynd upp á syndirnar sem við getum farið. Það voru 3 hlutir sem þar voru inni. En þarna kemur María inn og englarnir sitja. Og sitja merkjum það að verkinu algjörlega lokið. Það ekki lengur stríð. Það búið að vinna, það komið sigur. Og María svo yfirkomin af hryggð, hún hafði allt sitt undir Jesú og hún segir bara, hvar hafið þið lagt hann? Og þeir segja, akkur leitið þið hins upprisna á meðal hinna dauðu?
og hún gengur út og þar hittur hún aðra veru og hann spyr, hví grætur þú, kona? Og hún er grátandi auðvitað því að hún er að syrgja Jesú, en hún segir, hvar hefur lagt hann? Og það er Jesús sjálfur sem stendur fyrir framan hana, en hún segir, yfirkomin að harmi, hún sér hann ekki. En það er ekki fyrir Jesús segir, María, þá opnast augu hennar. Og Jesús er ekki að horfa á þig núna sem einhvern einstakling í fjöldanum eða hvaða nú er. Hann þekkir þig nákvæmlega með nafni og hann er að segja núna María, Pétur, Gunnar. Þú veist, hann vill að þú upplifir sig upprisinn konungana. Og við vitum söguna og ég ætla ekki að fara mikið út í það núna, en lærisveinarnir fór út í sigri eftir upprisuna og bara fagnaðarendið komið til okkar í dag. En nú ætlum við að brjóta brauðið saman og koma aftur kannski inn í kvöldverðin þar sem að Jesús er með lærisveinum sínum og það er síðasta kvöldmáltíðin. Og hann þarf virkilega á þessu samfélagi að halda og þetta er að eina sem að eiginlega er skilið eftir í Biblíunni. Það er vínið og brauðið, svona eitthvað tákran sem við getum haldið á. Og brauðið er mynd upp á líkama Jesú. Hann segir, ég er brauð lífsins. Og þetta líf Jesú, það læknaði alla. Og þegar við neytum þessa brauðs, þá erum við að taka inn lækninguna. Við bara minnast þess sem Jesús gerðist á krossinum í líkama hans. Blóðið og bikarinn er mynd upp á fyrirgefningu syndan og nýja sáttmálan. Og hann segir það, hann Páll, að við að aðgreina þessa tvo hluti. Þakka honum fyrir lækninguna og þakka honum fyrir nýja sáttmálan. Þannig að þú getur brotið brauðið í heimahúsi, heima hjá þér. Og ég fekk svona ákveðna opinberun fyrir mörgum árum og byrjaði að neyta brauðsins miklu meira heldur en ég var vanur að gera. Mér veist ég aldrei vera nógu góður eða verðugur. En þegar ég fór að skilja það að Jesús gerði mig verðugan á krossinum, hann sér mig sem hreinan í dag, alveg sama þó ég brjóti af mér, þá sér hann mig hreinan. Auðvitað bið ég Guð að fyrirgefa mér, svona hann fyrirgefningin er. Þannig að við skulum taka brauðið núna og ég ætla bara að segja takk góði Jesús, takk góði Guð að líkami þinn var aldrei veikur. Og þú dóst fyrir okkar syndir og líka barst okkar sjúkdóm upp á krossin. Og við þökkum fyrir lækninguna sem við eigum í þér, Jesús. Og ef það er eitthvað í þínum huga núna, í þínu lífi, sem þú vilt fá lækning á, segðu í huga þínum, takk Jesús fyrir lækninguna, leið og þú tekur brauðið og borðar það. Og þá kyngjur lækningunni. Takk Jesús fyrir lækningu þína inn í líkama okkar. Og sömuleiðis þá tók hann vínið og sagði í mína minningu, og við þökkum fyrir Drottinn Guð að við erum vígð með blóði þínu inn í nýjan sáttmála þinn Drottinn Jesús. Börn að eilífu, elskuðu alltaf Drottinn minn, fyrirgefin í Jesú nafni. Amen. Ég bara þakka fyrir mig og bið Guð að blessa ykkur og ég greinilega komið fram yfir á tíma. En takk fyrir mig og tekur núna Sara við. Takk fyrir. Já, takk fyrir mjög gott orð og hreint og fallegt orð okkar Guð, Jesú Krist. Og við ætlum að fara í bara stutta hugleiðslubæn og í þessari hugleiðslubæn langar mig til þess að setja fókusin okkar á Jesús og bara fylla hugan okkar og hjartað af honum. Og leið langar mig til þess að við bara í smá bæn tökum við verkinu sem Jesús vann þegar hann gaf líf sitt á krossinum. Það var svo ótrúlega margt og þetta var svo rosalega stórt og mikið kraftaverk og það var svo margt sem hann gerði sem var ekki bara fyrirgefningu syndana og að rjúfa hann aðskilnað okkar við Guð. Það var svo margt annað eins og Ingi kom inn á að hann læknaði sjúkdómana, tók á sig alla þjáningu, allan sársauka, allan miska, allan niðurlægingu, öll særindi og allt þetta. Þannig að við ætlum bara að
að taka við þessu verki sem hann vann í trú og setja þetta verkin í hjarta okkar og bara fylla hjarta okkar af þessu verki. Því þetta er það sem að ekki bara bjarga sálin okkar, heldur gerir okkur líka kleift að eiga heilbrigt og gott líf hér á jörðinni í fyllstu gnægð. Það er það sem Jesús gaf líf sitt líka til þess að geta gefið okkur. Amen. Amen. Það ætla ég að bjóða þér að koma þér bara þægilega fyrir. Og ég bara legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn, og ég bið að leiða þetta. Og ég bið heilagur andi að leyfa okkur finna sterkt fyrir nærveruðinni og krafti þínum hér í kvöld. Og ég legg hvert og eitt okkar í þínar hendur, Jesús. Og eins og alltaf þegar það er með hugleiðslubæn, þú getur gert þessa bæn að þinni bæn með að endurtaka hann í hjartaneðinu ef þú vilt. Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir þetta verk sem að þú vanstur og gafst líf þitt á krossinum. Í Jesú nafni vel ég að taka við þessari gjöf sem þú ert, sem hjálpræði þitt er. Ég vil að trúa á þig, Jesús, og ég set þessa gjöf hjálpræðis þíns inn í hjarta mitt núna. Í Jesú nafni vel ég að taka við því verki sem þú vannst á krossinum í trú og ég seti þetta inn í hjarta mitt núna, Jesús. Ég opna hjarta mitt fyrir þér, Jesús, og ég hleypi þér inn í öll hólf hjarta míns og ég vil að gera þig að konungi mínum, að leiðtoga mínum, að föður mínum og að Guði mínum. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur þegar fyrirgefið syndir mínar og að því að þitt blóð rann, Jesús, að þá er ég hrein, heilbrigð og algjörlega frjáls. Og ég vil að afhenda alla byrði og allan sársauka og alla þjáningu og allt myrkur til þín núna, Jesús. Og ég vil að hleypa þér inn í öll svið lífs míns. Fyrir þínar benjar, Jesús, er ég heil, er ég heill. Og ég biði núna heilagur andi að fylla okkur, fylla syni þína og dætur hérna sem er að hlusta, sem er að horfa. Fylla hjart okkar, fylla hug okkar, stilla fókusin á þig, Jesús. Og ég bara biði heilagur andi að þegar við vöknum að þá ert þú það fyrsta sem við hugsum. Þegar við förum að sofa þá ert þú
það síðasta sem við hugsum um. Að allan daginn, alla daga er hugur okkar fókuseraður á þig, fylltur af þér. Og það er þinn friður, það er þín lækning, það er þín gleði, það er þinn kærleikur Jesús og þinn fögnuður og það er þitt frelsi sem að ríkir í hug okkar og hjart okkar og líf okkar. Og ég þakka þér fyrir heilagur andi að þú kemur eins og lifandi vatn og þú flæðir í gegnum okkur. Þú flæðir inn í hjart okkar. Og allt sem er ekki frá þér komið, það skolast burt fyrir fullt og allt og getur aldrei komið tilbaka. Og ég bið að setja sterka bænin í hjart okkar og sterkt bænalíf, að við megum lifa í bæn til þín. Mér langar til þess að biðja heilagan anda núna að biðja fyrir þeim sem eru að hlusta og horfa. Biðjum að koma heilagur andi. Við viljum fá meira af þér. Við hrópum til þín. Við viljum þekkja þig betur, við viljum kynnast þér betur, við viljum sjá þig betur. Við viljum fá miklu, miklu meira af þér, heilagur andi. Og ég þakka þér fyrir brauðsbrotninguna. Og ég þakka þér fyrir það kraftaverk sem þú ert að vinna hérna í lífi, í hjarta og í líkama hvers og eins sem er að hlusta núna. Í Jesú nafni þá tala ég lækningu heilags anda yfir þá sem eru hérna. Ég tala líf og ég tala ljós og ég tala gleði og ég tala fögnuð og ég tala líf í fyllstu gnægð sem er gjöfin sem að Jesús Kristur hefur gefið þér. Og það er ekkert og enginn sem getur tekið þetta frá þér í Jesú nafni. Fylltu hjört okkar að þínu ljósi núna. Fylltu hjört okkar að þér heilagur andi, að við megum fókus á þig dag og nótt, að við megum dreyma þig. Við byggjum að koma til okkar í sýnum, í vitrunum, í draumum, talaðu til okkar svo við megum heyra frá þér, heyra í þér og heyra skýrar. Opnaðu eyrun okkar og opnaðu augun okkar og opnaðu hjarta okkar fyrir þér. Það ert þú, Jesús, sem að ríkir í okkar hjarta, í okkar lífi og engin annar og ekkert annað og í Jesú nafni þá hasta ég á öll skurðgoð og alla hjákuði sem hafa reynt að setja skugga inn í hjarta þitt og ég rek það út með því valdi sem Jesús Kristur hefur veitt mér og ég lýsi því yfir að í þínu hjarta þá er Jesús efstur, að í þínu hjarta þá er Jesús fremstur, að í þínu hjarta að þá ríkir hinn eini sanni konungur konungana, Guð almáttugur, Faðir þinn elskandi, frelsandi, fyrirgefandi Faðir. Og ég tala fyrirgefningu Jesú Kristin í hjarta núna, það er allt fyrirgefið. Það gamla er liðið, það er farið og ég hasta á alla skömm og alla sektarkennd sem hefur reynt að koma gegn þér. Og í staðinn kemur fyrirgefning Guðs. Og það kemur friður og það kemur lausn og það kemur hvíld. Og það kemur friður í Jesú Krist sem er æðri öllum öðrum friði. Að þú hvílir í fangi föður þíns, algjörlega áhyggjulaus, friðsæl, friðsæl. Í fullkomnu trúartrausti að sál þín er hólpin. Í algjöru trúartrausti að dauðinn getur ekki snert þig. Í algjöru fullvissu og sannfæringu það stórkostlega, fallega líf sem að bíður þín í eilíðinni eftir að tíma þínum hér á jörðinni er lokið.
líf í himnaríki Guðs, það sem er eilífur friður, það sem er ekkert myrkur, það sem að þú ferð að eiga stórkostlegt líf með Jesú Kristi. Amen. Og við skulum sitja bara núna í nærveru heilags anda og bara fókusa á hann, bara fylla hugan af Jesú. Bara fylla hugan af honum, búa til mynd af Jesú í huganum og segja: Jesús, ég fylli huga minn af þér. Ég fylli hjarta mitt af þér. Jesús, þú stækkar innan með mér og ég minnka.